Komiði sæl, kæru fundargestir. Það mér mikill heiður að fá að hitta ykkur hér í dag og ræða afstöðu mína til mikilvægis íslenskrar verkalýðsbaráttu í samhengi við Evrópusambandsumræðuna. Saga sjálfstæðis Íslands iðulega sögð sem saga af baráttu við erlent vald, draum Íslendinga sjálfstæði, að vera þjóð á meðal þjóða, fullveldi, stjórnarskrá og þá merku ákvörðun sem fólk á meðal okkar sumt man sjálft eftir þegar loks var stofnað lýðveldi á Þingvöllum meðan að seinni heimsstyrjöldin geisaði enn alla veröld. Við þekkjum öll þessa sögu, enda hún sagan okkar af smæð og fátækt og ótrúlega erfiðum aðstæðum og saga af sterkum vilja sem lifir í hjörtum alls konar fólks vegna umróts, vegna byltinga og mannkynssögulegra breytinga á alþjóðavettvangi, en líka vegna þeirrar sammannlegu þrá að upplifa eitthvað sem við köllum frelsi, það að þurfa ekki að lúta valdi annarra, þurfi ekki að þola að eigin vilji, eigin skilningur á eigin aðstæðum verði undirsettur skipunum og vilja annarra. Í þessari stóru sögu sem við höfum sem þjóð sammælst að segja sem okkar ekki pláss fyrir marga karaktera og marga vegi sem eru gengnir af alls konar fólki. Konur sjást til dæmis sjaldan. Ég grínast stundum með að hinir og þessir atburðir hafi átt sér stað áður en að menn fundu upp konuna. Embættismenn og alþingismenn eiga sviðið, menn sem nutu þeirra forréttinda að hafa aðgang að menntun og menningu og þurfa ekki að strita til þess að sjá fyrir sér og sínum. En saga sjálfstæðis landsins líka saga af íslensku alþýðu fólki, þeirra sem hafa ávallt verið og eru enn ókomna tíð undirstöður sjálfrar verðmæta framleiðslunar. Þau sem unnu baki brotnu og þekktu ekki annað en strit, barátta þeirra og barátta þjóðarinnar fyrir sjálfstæði eru ekki tvær aðskildar frásagnir, heldur tvær hliðar sömu sögu, hver það sem ræður og í þágu hverra valdinu beitt. Á 19. öld snerist sjálfstæðisbaráttan fyrst og fremst stöðu Íslands gagnvart Danmörku, endurreisn Alþingis, stjórnarskráin, heimastjórn voru mikilvæg skref, með þeim kom aukið sjálfstæði á alþjóðavettvangi. En fyrir alþýðufólk höfðu þessi skref engin materialísk áhrif, aukinn réttur landsins færði fátæku fólki ekkert. Raunveruleg völd til að knýja á mannsæmandi tilveruskilyrði, barátta fyrir slíku barátta sem þurfti að heyja innan sjálfs þjóðríkisins. En þar, líkt og í sjálfstæðisbaráttunni, þurfti sterkan vilja og þrautseigju. Og sem betur fer var slíkt til staðar. Ný tegund pólitískrar baráttu sem líkt og sjálfstæðisbaráttan var innblásin og mótuð af atburðum á alþjóðavettvangi var til á landinu. Verkamenn hér líkt og í öðrum löndum Evrópu komu saman og stofnuðu félög. Þeir höfðu öðlast þann mikilvæga skilning að einstaklingurinn má sín lítils gegn valdi auðsins, en að sameinað getur alþýðufólk unnið stóra sigra. Þessir einstaklingar stofnuðu leið og nútíminn hóf innreið sína í samfélagið með breytingum og atvinnuháttum, félög til þess að semja ekki aðeins verð á vinnuaflinu þeirri einstöku vöru, heldur einnig til þess að semja það að þeir ættu skilið virðingu, réttindi og viðurkenningu á því að verkafólk ætti að hafa áhrif á samfélagið allt. Stofnun fyrstu verkalýðsfélaganna og svo Alþýðusambandsins fyrir 110 árum síðan markaði stórkostleg tímamót. Leið og unnið var að stjórnskipulegu fullveldi landsins barðist fátækt fólk fyrir því að lifa frjálst undan oki arðránsins. Þau voru vissulega innblásin af heimssögulegum atburðum,
en mögulega voru þau fyrst og fremst innblásin af þjóðlegum atburðum. Hvað er fullveldi? Já, það er fáni, það eru landamæri, það eru yfirráð yfir hafi, ám, fossum, stokkum og steinum, en það getur líka verið efnahagslegt réttlæti, bræðralag og bjargföst trú á að allt fólk sé skapað jafnt, allir eigi að leggja til eftir getu og uppskera eftir þörfum. Þessi merka barátta stigmagnaðist á kreppuárunum þegar verkamenn komu saman við Góðtemplarahúsið til að mótmæla fyrirhuguðum launalækkunum á atvinnubótavinnu bæjarins og lögreglan réðst að þeim, snerust átökin hvort að svara ætti neyð alþýðufólks með meiri kúgun eða réttlæti. Og hinn augljósi sannleikur er sá að barátta fyrir fullveldi þarf ekki að innihalda skilning á og stuðning við alþýðufólk. Barátta fyrir sjálfstæði og fullveldi er ekki sjálfkrafa barátta að útbúa réttlát ríki. Þetta sá verkafólk og þess vegna þurfti það sjálft að berjast inn í sínu eigin landi. En með því að gefast aldrei upp, þá gat verkafólk skapað pólitískan vilja til að reisa hér velferðarsamfélag. Þetta fólk var með skýra sýn á tvennt, sjálfstæði landsins og mótun samfélagsins, félagsleg úrræði, atvinnustefna, réttindabarátta og húsnæðismál. Þegar lýðveldið var stofnað náðist hið stóra stjórnskipulega markmið sjálfstæðisbaráttunnar, en fyrir verkafólk lauk baráttunni ekki þar, en þurfti að spyrja því fyrir hverja lýðveldið væri. Var það samfélag þar sem alþýðufólk fékk tækifæri til að blómstra eða var það samfélag þar sem að stéttskipting ríkti og efnahagslegt vald fárra yfir afkomu fjöldans varð að óumdeilanlegu lögmáli. Eftirstríðsárin og uppbygging velferðar og félagslegra réttinda eru lykilþáttur í þessari sögu íslenskrar alþýðu. Atvinnuleysistryggingar, almannatryggingar og aukið félagslegt öryggi urðu smám saman hluti af samfélagsgerðinni og þar tóku stéttarfélag sér miðlæga stöðu. Og þetta var ekki auka atriði fyrir sjálfstæða þjóð, nei, þvert á móti var sjálfstæðið meðal annars notað til þess að tryggja þessi atriði sem að skiptu alþýðu fólk svo miklu máli. Og við hljótum öll að vera stolt af þessari sögu vegna þess að hún er merkileg og hún er í raun ótrúleg. Kæru fundargestir, þegar við horfum út í heim til landa Evrópu og veltum fyrir okkur stöðu verkalýðshreyfingarinnar þar og stöðu vinnuaflsins, þá sjáum við með mjög skýrum hætti að íslenska vinnumarkaðsmódelið margumrædda stendur mjög sterkt. Staðreyndin er sú að á Íslandi er stéttarfélagsaðild mjög há, kjarasamningar ná til alls vinnumarkaðarins og verkalýðshreyfingin hefur pólitískt og samfélagslegt vægi. Í mörgum og í raun vel flestum löndum Evrópu hefur þróunin því miður verið önnur. Þar hefur stéttarfélagsaðild dalað, vinnumarkaður er sundraður, samningsstaða verkafólks er mjög veik. Kjarasamningsumgjörðin nær mjög illa til láglaunageiranna og til allra innflytjendana og sumstaðar hefur vissulega löggjöf ríkisins komið að hluta í stað þessarar samningsstöðu sem við höfum, sem getur vissulega tryggt lágmarksréttindi en veikir þó getu launafólks til þess að móta sín kjör með lýðræðislegum hætti. Og það sem gerir íslenska vinnumarkaðsmódelið svo sterkt er einmitt þessi samsetning. Öflug stéttarfélög, víðtæk kjarasamningsgerð, sterk hefð fyrir samstöðu og samfélagslega viðurkenning á því að launafólk eigi að hafa skipulagt mótvægi gegn atvinnurekendum og fjármagni. Og þarna erum við ekki aðeins að ræða tæknilegt fyrirkomulag eða skipulag vinnumarkaðar. Við erum að tala lýðræðislegt fyrirkomulag. Og kannski er það svo að þessi staða, einstök á heimsvísu, er einmitt komin til vegna smæðarinnar. Kannski er ekki hægt nema í svo fámennu samfélagi þar sem að þrátt fyrir stéttskiptingu og misskiptinguna sem henni fylgir, er hægt fyrir verkafólk að vera sýnileg, frek
og svo erfið að á endanum ekki annað hægt en að hlusta á okkur og virða kröfur okkar. Ég held því fram, ég fullyrði að þegar litið til hagsmuna verkafólks eigum við besta vinnumarkaðsmódel Evrópu. Kerfið okkar, það hvílir á mjög mikilli lagalegri vernd, það byggir á hárri aðild að stéttarfélögum, þeirri mestu á byggðu bóli og kjarasamningarnir sem við gerum eru í raun lög í landinu. Módelið okkar byggir ekki á því að best sé að hafa vinnuaflið sem sveigjanlegast í þágu samkeppnishæfni atvinnulífsins. Heldur viðurkenningu á mannréttindum og óumdeilanlegu mikilvægi vinnuaflsins. Og ef að við sjálf erum öflug, þá getum við í gegnum kjarasamningsgerð tryggt að afrakstur verðmætasköpunar skili sér raunverulega til þeirra sem vinna vinnuna. Og þess vegna segi ég að það er svo mikilvægt fyrir verkafólk á Íslandi að halda í íslenska módelið og það þýðir að sjálfsögðu ekki að við ætlum að hafna allri alþjóðlegri samvinnu og það þýðir að sjálfsögðu ekki að við ætlum hér að hamla því að fólk geti flutt sig á milli landa til þess að stunda vinnu. Nei, það þýðir að við ætlum að setja þá grundvallarkröfu að allir sem að vinna á íslensku vinnumarkaði búi við sömu réttindi og sömu vernd. Þetta snýst að verja íslenska vinnumarkaðsmódelið og það í mínum huga nútímaleg sjálfstæðisbarátta. Og þessi barátta snýst ekki að loka landinu, hún snýst að halda í lýðræðislegt vald samfélagsins yfir grundvallarskilyrðum vinnunar. Rétt eins og fyrri kynslóðir Íslendinga börðust fyrir stjórnskipulegu sjálfstæði, yfirráðum yfir auðlindum og félagslegum réttindum stendur verkafólk hér á þessu landi nú frammi fyrir þeirri spurningu hvort að vinnumarkaðurinn eigi að lúta reglum sem að við sjálf setjum eða vera mótaður af samkeppni Evrópusambandsins niður á við. Kæru fundargestir, ég hef iðulega gagnrýnt íslenska vinnumarkaðsmódelið harðlega. Ég hef gagnrýnt stofnanavæðingu verkalýðshreyfingarinnar, yfirtöku fagmenntastéttanna á vinnu félaganna og allri nálgun í kjarasamningsgerð. Ég hef gagnrýnt áhugaleysi hreyfingarinnar af því að endurnýjast og viljaleysi sem að mér finnst ég oft sjá til að gæta í einu og öllu að gildum lýðræðisins í störfum félaganna. Og ég hef að sjálfsögðu iðulega gagnrýnt tilraunina til að jaðarsetja verkafólk inn í hreyfingunni. En þrátt fyrir þessa gagnrýni segi ég að staðreyndin sú að vegna þess hvernig vinnumarkaðsmódelið okkar uppbyggt og af hverju við eigum það, hvernig það tilkomið vegna fyrrnefndra ríkulegra lagalegra réttinda, staðreyndin sú, og sumir vilja kannski ekki heyra þetta, að fólk eins og ég og félagar mínir getum stjórnað stærsta félagi verkafólks á landinu. Vegna þess að reglur lýðræðisins og vinnubrögð eru skrifuð inn í lög og reglur stéttarfélaganna og lög og reglur þjóðríkisins hægt ef viljinn fyrir hendi að nota verkalýðsfélögin til að gera það sem að þau voru í raun sköpuð til að gera. Inn í vinnumarkaðsmódelinu okkar þessi saga og við eigum að varðveita það eins og við viljum varðveita til dæmis íslenska náttúru. Náttúruna skóp mannfólk ekki en við eigum hana samt. Og staðreyndin sú að sumt af því sem manneskjur hafa útbúið líka þess virði að geyma og vernda. Ekki bara sú menning sem við köllum list, heldur líka sú menning sem var til vegna þeirra stóru hugsjóna og þess mikla vilja sem bjó í hjörtum og hugum fátæks fólks sem þrátt fyrir allt trúði á eigin virði, virði barnanna sinna og virði þess að fá að lifa frjáls í sínu eigin landi. Þegar ég var lítil stelpa þá sagði mamma mín oft við mig, Guð hjálpar þeim sem hjálpar sér sjálfir. Og það tók mig dálítið langan tíma að skilja hvað hún átti við. Og mér fannst þetta hljóma kalt og svolítið grimmt og ólíkt henni. Og ég hugsaði oft með mér þegar hún sagði þetta, enn eina ferðina, þetta ekki akkurat andstæða samstöðunar? Þetta ekki andstæða alls sem við, kommunistarnir, eigum að standa fyrir? En svo varð ég fullorðin
og öðlaðist lífsreynslu. Og þegar maður verður fullorðinn og þarf að halda heimili og þarf að ala upp börn, mæta í vinnu og standa af sér ýmis áföll, þá fer maður að skilja þessi orð öðruvísi. Þá förum við að skilja að enginn gerir þessa hluti fyrir mann. Þá förum við að skilja að það erum við sjálf sem verðum að axla ábyrgð á eigin lífi og stíga fram. Við sjálf verðum að taka skrefið. Við sjálf verðum að sýna þrautseigju, dugnað og vilja til að gefast ekki upp, því að það er á endanum það eina sem að skilar árangri. Og þetta á ekki bara við einstaklinga, þetta á líka við þjóðir. Þjóð sem vill vera sjálfstæð getur ekki beðið aðra að hugsa fyrir sig. Hún getur ekki afhent öðrum valdið yfir landinu sínu, auðlindunum sínum, vinnumarkaðnum sínum og framtíðinni sinni og látið svo eins og sjálfstæðið sé samt óskert. Því það er augljóslega ekki þannig sem þetta virkar. Sjálfstæðið er ekki fáni sem við drögum að húni einu sinni á ári. Sjálfstæðið er vald, sjálfstæðið er ábyrgð og sjálfstæðið er rétturinn til að ráða okkur sjálf. Og af þessum ástæðum eigum við ekki að ganga í Evrópusambandið. Ekki vegna þess að við óttumst heiminn og ekki af því að við höldum að Íslandi eigi að lifa í sjálfumglaðri þjóðernisþoku, heldur vegna þess að við vitum að réttindi vinnandi fólks, yfirráð þjóðarinnar yfir auðlindum, möguleiki almennings til að hafa raunveruleg áhrif á samfélagið veikjast þegar valdið færist lengra frá fólkinu og nær kerfum sem almenningur getur ekki stjórnað. Og við vitum líka að það sem við eigum hér á þessu landi, þar sem að hér hefur verið byggt upp með harðri og langri baráttu verkafólks, var það ekki til af sjálfu sér. Og það var ekki til vegna þess að embættismenn erlendis hugsuðu hlýlega til íslensks verkafólks. Það varð til vegna þess að fólk skipulagði sig, fólk stóð saman og fólk þorði að segja nei. Og þess vegna eigum við að þora að segja nei við aðild að Evrópusambandinu. Það sem er einstakt við Ísland, það skiptir okkur máli. Það skiptir okkur máli að hér hafi verkalýðshreyfingin verið sterk og það skiptir okkur máli að hér sé enn lifandi sú hugmynd að samfélagið okkar eigi að þjóna okkur, fólkinu í þessu landi, en ekki bara markaðnum. Og staðreyndin er sú að það sem er einstakt í mannlegri tilveru, það ver sig ekki sjálft. Það lifir aðeins ef einhver er tilbúinn til þess að standa vörð það. Sjálfstæði þjóðarinnar fékk ekki gefins og réttindi verkafólks fengust ekki gefins. Yfirráð yfir auðlindum fengust ekki gefins. Allt þetta kostaði baráttu. Og það er arfleiðin okkar. Og arfleið er ekki eitthvað sem við ætlum að geyma í skúffu og dusta svo rykið af á tyllidögum. Arfleið er lifandi og hún segir okkur að við eigum að skilja samfélagið okkar eftir, samfélag sem er réttlátara, sterkara og frjálsara en það sem við tókum við. Og við eigum ekki að skammast okkar fyrir það að vilja verja landið okkar, réttindin okkar og samfélagsgerðina okkar. Við eigum ekki að skammast okkur fyrir það að vilja ráða okkur sjálf. Og við eigum ekki að skammast okkur fyrir það að segja að lýðræði verði að vera raunverulegt og verði að vera nálægt okkur. Þvert á móti eigum við að vera stolt af því að standa vörð sjálfstæðið. Við eigum að vera stolt af því að ætla að verja rétt verkafólks og við eigum að skilja að þetta tvennt er samofið. Réttindi verkafólks sem ekki eru varin af pólitískum vilja og samstöðu eru í hættu stödd. Það sjáum við í löndunum allstaðar í kringum okkur. Og þess vegna er þessi barátta sameiginleg barátta fyrir sjálfstæði, fyrir réttlæti og fyrir valdi og síðast en ekki síst fyrir frelsi. Og af öllum þessum ástæðum og mörgum fleirum sem ég ætla ekki að rekja hér, ætla ég þann 20. og 9. ágúst næstkomandi að segja nei. Takk fyrir.